Góðan daginn og gleðilegan skattadag. Fyrir hönd Deloitte, Samtaka atvinnulífsins og Viðskiptaráðs býð ég ykkur hjartanlega velkomin hingað í Hörpu. Aftur komið nýtt ár og það þýðir einfaldlega að við hefjum árið saman hér að ræða mál málanna, skatta. Því að hvað er betra á dimmum janúarmorgni í mesta skammdeginu en einmitt það að ræða skatta. Við höfum haldið skattadaginn árlega frá árinu 2004 og dagurinn hefur fest sig í sessi sem mikilvægur umræðu vettvangur yfir það sem að gerast í skattamálum hverju sinni, hvaða breytingar hafa orðið og hvað megi betur fara. Það er ánægilegt að sjá hversu margir koma saman hér í dag til þess að hlusta á erindi okkar góðu framsögumanna sem ætla að ausa úr viskubrunnum sínum. Flestir hér inni deila áhuga á sköttum sem af einhverjum gæti talist fremur einkennilegt áhugamál. En það breytir því ekki að það er mikilvægt að geta átt þetta samtal hér og varpa ljósi á helstu skattalega breytingar og það sem er efst á baugi í málaflokknum. Það er óhætt að segja að síðasta ár hafi verið tíðindamikið þegar kemur að breytingum á skattkerfinu. Þar ber kannski hæst að nefna veiðigjald, vörugjöld á ökutæki, kílómetragjald, afnám samsköttunar hjóna, jöfnunargjald á raforku, hækkun á skatt vegna leigutekna og breytingar á persónuafslætti svo eitthvað sé nefnt. Umfang og fyrirkomulag skattheimtu er eitt stærsta hagsmunamál einstaklinga og fyrirtækja og til þess að tryggja stöðugt rekstrarumhverfi og áframhaldandi verðmætasköpun er mikilvægt að fyrirtæki og einstaklingar búi ekki við óvissu þegar kemur að skattheimtu, óhóflega íþyngjandi skattbyrði eða skattframkvæmd. Erindin í dag eiga það sammerkt að vera einstaklega áhugaverð og fjölbreytt. Við fáum árlega yfirferð á helstu skattalega breytingum frá Deloitte, fáum að heyra erindi samspil ríkisins og einkaaðila þegar kemur að auðlindum og erindi mikilvægi erlendrar fjárfestingar í samhengi við skattastefnu stjórnvalda. Þess á milli fáum við svo að sjá innslög frá röddum atvinnulífsins. Því getum við búist við góðri skattaskemmtun hérna í dag. En venju samkvæmt byrjum við þó á ávarpi fjármála- og efnahagsráðherra og því vil ég bjóða Daða Má Kristófersson velkomin á svið. Góði gestir, það kemur mér eiginlega óvart að þið skuli klappa fyrir mér, svona í ljósi yfirferðarinnar sem er þegar komin, en ég hygg að þetta hafi verið fyrsti opinberi viðburður sem ég tók þátt í eftir ég tók við sem ráðherra í fyrra, fyrir réttu ári síðan. Og ég ímynda mér að sitja undir yfirferð afglöp fyrirrennara míns, muni reynast mér auðveldara en að hlusta á gagnrýni ykkar á mig. En við vitum auðvitað að skattar, fjármögnun sameiginlegra verkefna er einhvers konar jafnvægislist. Við þurfum að tryggja ákveðin grundvallarkerfi, fjármögnun, þess sem við erum sammála að eigi að gera, þó með þeim hætti að við skerðum ekki, ef hjá því er komist, vaxtargetu hagkerfisins, getu þess til þess að skapa verðmæti vegna þess að á því byggir auðvitað allt saman. Sameiginleg verkefnin eru mörg og víða er skuldin umtalsverð. Ég nefni í því samhengi innviðin okkar, þá sérstaklega vegakerfið en líka flutningskerfi raforku og margt annað. Menntakerfið, rannsóknir sem að verulegu leyti standa undir nýsköpun, heilbrigðisþjónustu og margt fleira sem á endanum eru auðvitað undirstaða velferðarinnar. Þannig að farsældin er háð því að fólk og fyrirtæki geti komið góðum hugmyndum í framkvæmd, nýtt tækifærin, samfélaginu öllu til heilla. Of mikið umfang samfélagslegra
sameiginlegra verkefna skerðir afraksturinn og grefur undan tækifærunum. Það er verkefni stjórnmálanna að finna þar jafnvægi. Skattkerfið er auðvitað grunnurinn þá undir fjármögnun almannaþjónustunnar og það þarf að vera sanngjarnt, byggja á jafnræði og það má vera mun einfaldara en það er í dag. Flækjustig skattkerfisins gerir framkvæmdina dýra og stafræn þróun hefur burði til að létta vinnuna verulega. Og við sem erum orðin eldri en 2 vetur munum auðvitað eftir hlaupum með pappíra í Tryggvagötuna til að skila skattframtölum, sem er raunveruleiki sem yngra fólk kannast ekki við. En tækifærin framundan eru ennþá stærri. Fækkun á undanþágum skapar svigrúm til almennra lækkana. Og það er auðvitað þannig að allar þær undanþágur sem hafa verið veittar á einhverjum forsendum, á grundvelli röksemdafærslu með samþykki Alþingis, góðar út af fyrir sig. Saman verða þeir hins vegar af flóknu, götóttu skattkerfi. Og það þarf aga og skilning til þess að takast á við þetta vandamál og einfalda að nýju. Ein af birtingarmyndum flækjustigsins í íslenska skattkerfinu er svo undarlega staðreynd að gjalddagar hins opinbera gagnvart fyrirtækjum og einstaklingum eru yfir 130 talsins. Ég mun á haustþingi leggja fram löngu tímabært frumvarp að mínu mati einföldun þessa fyrirkomulags. Í þennan hóp má ég örugglega nota tæknilega hugtakið, af því að þið eru nú mætt hérna á skattadaginn, það verður ekki venjulegt fólk að tróðast út hér að morgni dags. Þetta heitir sem sagt samræmd innheimtulöggjöf en mun fækka gjalddögum ríkisins úr yfir 130 í 12. Þetta mun hafa gríðarlegt hagræði í för með sér, sérstaklega fyrir minni aðila, einstaklinga og smærri fyrirtæki. Geta hagkerfisins til þess að bera aukna skattbyrði er auðvitað takmörkuð og þess vegna skiptir ráðdeild og ábyrgð gríðarlega miklu máli. Hver króna sem ríkið tekur, henni þarf að vera ráðstafað með ákveðnum, fyrirsjáanlegum og réttlætanlegum tilgangi. Þannig að þeir sem greiði skatta upplifi að þeir séu að leggja sitt af mörkum til skynsamlegra verkefna. Við tókum við ríkissjóði. Ég tók við þessu verkefni í erfiðri stöðu. Ríkissjóður hafi verið rekinn með halla í 10 ár. Það er alveg ljóst að þannig gátum við ekki haldið áfram. Við getum ekki sent reikningin af velferðinni á börnin okkar. Mikið af þeim nauðsynlegu umbótum sem þurfti að gera á kerfinu voru líka ófjármagnaðar og er það sérstaklega ástæða til að nefna vegakerfið. Gamla fyrirkomulagið á gjaldtöku hafði smám saman grafið undan möguleikanum á því að fjármagna þau verkefni og á því varð að verða breyting. Ég geri mig grein fyrir því að það er vanþakklátt verkefni að standa í slíkum breytingum en nauðsynleg var hún samt sem áður. Það er síðan markmið þessar ríkisstjórnar að hagræða og eitt af fyrstu verkefnunum sem við réðumst í á síðasta ári var að leita til almennings og fyrirtækjana í landinu, hagsmunasamtaka, tillögur til þess að draga úr kostnaði ríkisins. Ekki skorti áhuga. Okkur bárust 10.000 tillögur, margar afburðagóðar, sem síðan hefur verið unnið úr og safnað saman og við höfum unnið eftir. Og það er ánægjulegt að segja frá því að þessar tillögur lágu til grundvallar fjármálaáætlun áranna 26 til 30, en á árinu 25, sem tillögurnar náðu bara alls ekkert til, skiluðu þær samt 15 milljörðum króna í hagræðingu hjá hinu opinbera. Það sýnir auðvitað bæði skilning og metnað
almennings, fyrirtækja, félagasamtaka fyrir þessu sameiginlega verkefni okkar, hversu góðar þessar tillögur voru og hversu miklu þær skiluðu strax. Sjálfur hef ég í mínum fyrri störfum gagnrýnt mjög það sem að stjórnmálamenn kölluðu að jafnaði í áætlunum óútfærðar afkomubætandi aðgerðir. Slíkar aðgerðir ekki til þess fallnar að ná árangri. Þið sem að stjórni fyrirtækjum vitið að ef á að hagræða, þá gerir maður það með því að finna staðina þar sem að mögulegt að hagræða. Og afleiðingarnar af áratugi af óútfærðum afkomubætandi aðgerðum voru fyrst og fremst algjör niðurskurður í öllum nýsköpunar- og þróunarverkefnum, af því að þau var hægt að skera niður. Okkar nálgun hefur verið að finna einstök verkefni og fylgja þeim eftir frekar heldur en að stunda flatan niðurskurð. Ýmsar breytingar á skattkerfinu hafa auðvitað verið í umræðinu og verða í umræðinu í dag og ég geri mér grein fyrir því að öfugt við í fyrra þá sit ég núna og tek við skömmum. Það eðlilegt, það það sem ég ráðinn í að gera. Við það sætti ég mig fullkomlega og þið munið ekki sjá mig yfirgefa salinn grátandi, eða ég vona allavega ekki. En ég vil samt halda því til haga áður en við hefjum þetta samtal að á þessu ári hefur hlutdeild ríkisins í landsframleiðslu ekki hækkað, þrátt fyrir að afkoma ríkisins hafi batnað. Og allt tal krónutölur í þessu samhengi þetta barnaskapur vegna þess að það þetta hlutfall sem skiptir máli. Það þetta hlutfall sem við notum þegar við berum okkur saman við önnur lönd og sérstaklega með okkar ágæta gjaldmiðil raunar ekki að marka neitt annað heldur en þetta hlutfall. Þannig að við erum ekki að taka stærra hlutfall af kökunni og munum ekki gera það, enda Ísland nú þegar með mjög stóra sneið til hins opinbera. Ég get auðvitað sagt ykkur það sem fyrrum kennari við Hagfræðideild Háskóla Íslands að það fyrsta sem við gerum jafnan að útskýra að skattar séu allir að jafnaði vondir. Það svona í grófum dráttum rétt, á þessu eru örfáar undantekningar. Þeir skattar sem leiðrétta markaðsbresti geta verið hagkvæmir út af fyrir sig. En þetta í sjálfu sér ekki rétta spurningin, vegna þess að það eru sameiginleg verkefni sem við vitum að við ætlum að fjármagna og algjör samstaða að fjármagna. Og þá verður spurningin ekki hvort að til séu skattar sem eru ekki einhvern veginn skerðandi og takmarkandi á verðmætasköpun heldur hverjir þeirra eru minnst skerðandi og takmarkandi fyrir verðmætasköpun. Og fyrirtækjaskattar eru dæmi skatta sem að tvímælalaust eru óheppilegir. Þess vegna vona ég að menn hafi tekið eftir því að þrátt fyrir að ýmsar breytingar hafi verið gerðar á skattkerfinu að þá var sú hækkun sem fyrri ríkisstjórn hafði sett fram og síðan fallið frá ekki tekin upp aftur. Af því við erum meðvituð hvar grundvöllurinn í verðmætasköpun í samfélaginu. Og við höfum reynt í því litla svigrúmi sem ég hef að koma til móts við ákveðnar atvinnugreinar, meðal annars með lækkun á innviðagjaldi á skemmtiferðaskip. Þróun skattkerfisins þarf að haldast í hendur við markmið okkar áframhaldandi hagvöxt. Má ekki íþyngja of. Verður að stuðla áfram að framleiðni, ekki koma í veg fyrir að við getum náð því markmiði að tryggja hér langvarandi sjálfbæran hagvöxt. En duga fyrir útgjöldum ríkisins þannig að þau séu ekki borin upp af kynslóðum framtíðarinnar. Það áhugaverð upplifun fyrir einhvern sem vanur annarri tegund röksemdafærslu en þeirri sem fer fram í sölum Alþingis að taka þátt í þeirri umræðu, vegna þess að ég tek í grófum dráttum saman athugasemdir annarra en stjórnarliða í fjárlagaumræðunni að þá í grófum dráttum verkefni mitt að lækka skatta, auka útgjöld og bæta afkomuna.
Ef hér í salnum einhver sem getur útskýrt fyrir mér hvernig ég næ þessum 3 markmiðum á sama tíma, má viðkomandi vinsamlegast stöðva mig í kaffihléinu og fara yfir það með mér, en sjálfur ég algjörlega bit yfir þessari nálgun. Ég vil að lokum segja að samstarf mitt við atvinnulífið á undangengnu ári hefur verið með miklum ágætum og ég kann öllum þeim sem ég hef starfað með innan atvinnulífsins innilegar þakkir fyrir samstarfið. Ég geri mér grein fyrir því að það ekki fullkomin sátt, en það væri það ákaflega skrítið störf mín. En það mikilvæga að ég hef og mun halda áfram að taka samtalið og hlusta á rök, skipta skoðun ef ég sé ástæðu til og ekki ef ég sé hana ekki. Markmið okkar að ná jafnvægi. Markmið okkar að skila hallalausum ríkisrekstri á næsta ári, að ríkið sé ekki að kynda undir þenslu, að við getum breytt hér langtíma horfum til dæmis verðbólgu, komið þeim aftur niður í það sem þær voru áður en það verðbólgu tímabil sem við erum núna ennþá inn í hófst. Það átak. Það krefst langtíma hugsunar, það krefst aga, það krefst samstarfs, það krefst samvinnu sem ég hlakka til að stunda með ykkur. Takk. Við hjá Atnorð erum að reka 9 gagnaver í dag á Norðurlöndunum og erum með nokkur til viðbótar í uppbyggingu og erum að stækka núverandi gagnaver. Félagið hóf rekstur 2009 og síðan þá höfum við bara verið að reyna að feta þennan veg í hvernig við eigum við skattaumhverfi á Íslandi, því að það eins og líklega allstaðar flókið og stundum illskiljanlegt sérstaklega fyrir nýjan rekstur og við erum í stafrænni innviðaþjónustu sem ekki kannski alveg mjög skýr í lögunum hvernig á að höndla, en það sem við erum að reka okkur og höfum verið að reka okkur á undanfarin ár óljósar túlkanir sem líka eru sjaldan fram á við. Við þurfum alltaf að sækja allt, við þurfum að kalla eftir öllu, fáum oft ekki svörin sem við þurfum til þess að halda áfram og það kemur mjög skýrt fram í málinu sem við erum með fyrir dómstólum núna, þar sem að héraðsdómur búinn að dæma okkur í hag þar sem að við hefðum þurft að borga tæpa 300 milljónir í virðisaukaskatt til ríkisins, en við erum ennþá að bíða eftir að máli halda áfram í kerfinu. Það væri svo miklu betra að við getum unnið þetta meira saman, hafa verið stigin skref í rétta átt, en þetta þarf bara að gerast miklu hraðar til þess að sem meiri fyrirsjáanleiki, af því að við erum í alþjóðasamkeppni. Ef að Ísland ekki með lausnirnar eða svörin, þá fara viðstöðunum bara eitthvað annað. Út af óljósri skattaframkvæmd að þá eru bara margir sem treysta sér ekki til þess að fara í þetta, sem verður til þess að við missum sterka viðskiptavini í önnur lönd og við tökum þá við þeim hjá Atnorð á öðrum Norðurlöndum, af því að fólk ekki tilbúið að vera í þessari óvissu. Skattaframkvæmd á Íslandi má ekki breytast í að prakt og veðri. Það verður að vera fyrirsjáanleiki. Já, við þökkum fjármála- og efnahagsráðherra kærlega fyrir sitt erindi og Evu Sóley fyrir sitt innlegg. Ég ætla að leyfa mér að spá því að það verði einhverjir sem að telja sig hafa öll svörin og muni ganga á fjármála- og efnahagsráðherra með þau hér á eftir við kaffiborðið. En næst á svið Guðbjörg Þorsteinsdóttir, lögmaður og meðeigandi á Deloitte Legal, og hún ætlar að segja okkur af því helsta í skattalagabreytingum og framkvæmd. Guðbjörg, gjörðu svo vel. Hæstvirtur ráðherra, ræðumenn og aðrir góðir gestir. Það árleg hefð hjá okkur á skattadeginum að fara yfir nýjustu skattalagabreytingarnar, en þegar kemur að skattamálum þá það ekki einungis löggjafinn sem mæli fyrir skattabreytingar, heldur eru íslensk skattyfirvöld, yfirskattanefnd og dómstólar einnig að leggja línurnar í þessum efnum. Byrjum að henda okkur í nýjustu skattalagabreytingarnar sem hafa nýverið tekið gildi.
Ég tek fram að þetta ekki tæmandi yfirlit yfir alla þær skattabreitingar sem að nýverið hafa tekið gildi, en það höfum við ekki tíma til þess að fara í hverju einustu gjaldabreitingu eða tæknilega atriði, en það væri það líka til að æra óstöðan. Nú minni líka á að Deloitte gefur árlega út skattabæklingin sem hefur alltaf að geyma nýjustu tölur og prósentur og helstu reglur varðandi skattlagningu einstaklinga og fyrirtækja. Það ástæða til að árétta að það voru enga breytingar að eiga sér stað á tekjuskatti lögaðila. Það eru óbreyttar prósentur frá því fyrra. Það hefur vafist fyrir einhverjum að það varð 1% hækkun á tekjuskatti lögaðila á árinu 2024, en það var ekki í gildi í fyrra eða þá á þessu ári. Nú hvað varðar einstaklinga, þá eru heldur enga breytingar á prósentum í tekjuskatti einstaklinga, en lögum samkvæmt þá hækka persónuafslátturinn og þrepamörkin í tekjuskatti einstaklinga miðað við vísitölu neysluverðs síðustu 12 mánaða að viðbættu 1% framleiðni vaxtar. Nú, heildarhækkunin því 5,5% og Vilhjálmur Birgisson hefur nýverið gagnrýnt þessa hækkun og bent á að launavísitala hefur hækkað 7,5%, en það rétt að halda því til haga að það var á árinu 2021 sem að þessi reikniregla tók gildi að miða við vísitölu neysluverðs, en áður var miðað við launavísitöluna. Það óhætt að fullyrða að helstu skattalaga breytingarnar þetta árið snúa að einstaklingum. Og ég segi breytingar, en við getum síðan deilt það hvort þetta séu hækkanir eða lækkanir. Skattleysismörk barna yngri en 16 ára voru hækkuð úr 180.000 krónum í 300.000 krónum, en þessi fjárhæð hefði verið óbreytt frá árinu 2013. Og tek svo fram að tekjur barna umfram 300.000 krónur eru skattlagðar með 6% hlutfalli, en þau njóta ekki persónuafsláttar. Nú, á þessu ári fellur niður heimild hjóna og sambúðarfólks til þess að samnýta annað og þriðja þrep í tekjuskatti. Þessi regla samnýtingu hafði upphaflega tekið gildi þegar að þrepaskiptingin var innleidd. Það óhætt að segja að þetta mun hafa áhrif á fjölmargar fjölskyldur hér í landinu, til að mynda sjómenn og þegar annar aðilinn kannski í fæðingarorlofi. Rétt að taka fram líka að þetta á ekki við nýtingu persónuafsláttar. Sú heimild ennþá óbreytt milli samskattaðra aðila. Nú, þá var 75% skattaafsláttur vegna fjárfestinga í sprotafyrirtækjum framlengdur til ársloka 2028, en það rétt að taka fram að þessi skattaafsláttur gildir ekki vegna fjárfestinga á árinu 2025 og ástæðan einfaldlega sú að það eru skilyrði fyrir því að það þarf að fá samþykki frá skattinum áður en að hlutafjáraukning á sér stað og þessi lagabreyting einfaldlega kom of seint fram á árinu 2025. Skattlagning leigutekna einstaklinga af íbúðarhúsnæði var breytt þannig að frítekjumarkið var lækkað úr 50% niður í 25% sem leiðir til þess að virt skatthlutfall 16,5%. Nú, þá voru vaxtabætur brottfelldar og sömuleiðis var felld brott sú heimild að nýta afgangspersónuafslátt á móti fjármagnstekjuskatti við álagningu. Og nú eins og frægt orðið, þá erum við komin í nýtt gjaldaumhverfi hvað varðar ökutækjaeign. Olíu- og bensíngjöld voru felld niður áramótin, en þess í stað var tekið upp kílómetragjaldið. Rafbílaeigendur þekkja þetta kílómetragjald frá því fyrra, en það hækkaði úr 6 krónum í 6,95 krónur á kílómetr. Nú þurfum allir að muna að klára að skrá inn kílómetrastöðuna fyrir 20. janúar næstkomandi. Annars gjaldið lagt byggt á áætlun og fólk fær óþolandi marga pósta frá Ísland.is. Bifreiðagjöldin voru hækkuð og kolefnisgjald sömuleiðis hækkað það bil 25%. Og þá voru vörugjöld felld niður af rafbílum, en þau voru hækkuð á önnur ökutæki.
bæði prósentutalið og líka stuðlum útreikninga. Og þá er þetta ekki hægt að fjalla skattalega breytingar á þess að minnast á breytingar á veiðigjöldunum. Og það hefur verið haft eftir hæstvirtum fjármálaráðherra að hann stoltur af þessum breytingum. Flestir ættu nú að þekkja feril málsins og efnistökin. Útreikningurinn miðar við meðalverð frá Fiskistofu Noregs. Nýja reglan kemur til framkvæmda í áfengum næstu árin og það hefur verið mikið gagnrýnt að útreikningurinn flókinn, hann ógagnsær og ófyrirsjáanlegur. En í öllu falli þá verður áhugavert að fylgjast með hvernig reynslan verður af þessu nýja kerfi og til viðbótar þá á að fela Byggðastofnun að meta áhrifin á stöðu sjávarútvegssveitarfélaga sem skal skila skýrslu til ráðherra fyrir árslok 2027. Og þá eru gerðar margvíslegar aðrar breytingar og ég vil fyrst nefna eina jákvæða breytingu sem að veitir skattaðilum nú heimild til þess að kæra synjanir á endurupptökubeiðnum til yfirskattanefndar í stað þess áður að þurfa að fara beint fyrir dómstóla með tilheyrandi kostnaði. Og í upphaflega lagafrumvarpinu var gert að skilyrða beiðnin yrði að varða verulega hagsmuni sem að á við ýmis önnur skilyrði í tekjuskattslögunum og virðisaukaskattslögunum en það var sem betur fyrir fallið frá þessu orðalagi eftir tillögu frá efnahags- og viðskiptanefnd. Nú, innviðagjaldið á skemmtiferðaskipin var kynnt til sögunar í fyrra og það hefur líka sætt gagnrýni en nú lækkar það úr 2.500 krónum í 1.600 krónum á árinu 2026. Og sömuleiðis lá fyrir nú áramótin að tollfrelsi fyrir skemmtiferðaskipi innanlandsiglingu myndi renna sitt skeið með tilheyrandi óvissu hvernig ætti að tolla heilt skemmtiferðaskip en sem betur fyrir var gerð lagabreyting þannig að tollfrelsi gildir áfram. Vask endurgreiðslu til almannaheillafélaga vegna byggingaframkvæmda voru felldar úr gildi. Og þá það árlegu viðburður að það eiga sér stað krónutöluhækkanir á ýmsum gjöldum eins og til dæmis á áfengi, tóbaki, nikótínvörum, útvarpsgjaldinu og fleira og hækkanirnir voru 3,7% þetta árið í samræmi við forsendu fjárlagafrumvarps. Nú eftir að Bretland gekk úr Evrópusambandinu þá mistu breskir skattaðilar ýmsar ívilnanir samkvæmt íslenskum skattalögum en nú áramótin var fest í sessi bráðabirgðaákvæði þar sem þeir voru skilgreindir með sama hætti og ríkisborgarar EES-ríkja. Og þá vert að nefna sérstaklega að skattfrjáls ráðstöfun séreignarsparnaðar rann sitt skeið í árslok 2025 en stuðningur við fyrstu kaupendur hann gildir áfram óbreytt. Og það hefur líka verið haft eftir hæstvirtum fjármálaráðherra að það stendur til að endurvekja þetta kerfi nú á árinu 2026. Og rétt að nefna að nú áramótin var kynnt til sögunar ákveðin upplýsingaskylda gagnvart öllum aðilum sem annast kaup, sölu, milligöngu eða umsýslu með sýndareignir, rafmyntir eins og bitcoin, að skila upplýsingum til skattyfirvalda aðila sem eiga þessi viðskipti og nákvæmar upplýsingar fjárhæðir og annað slíkt. Og þetta sambærileg upplýsingaskylda eins og gildir rekstraraðila stafrænna vettvanga og fjármálastofnanir. En það var líka kynnt til sögunar að það heimilt að leggja dagsektir á þessa aðila ef þessar upplýsingaskyldu ekki sinnt. Og hendum okkur þá í nokkur atriði úr skattframkvæmdinni. Ég tek aftur fram, þetta ekki tæmandi upptalning en það voru alveg margir áhugaverðir úrskurðir og dómar sem að fjallu á síðasta ári en því miður gefst ekki tími til að fara yfir allt hér. En við búum í þannig umhverfi að skattyfirvöld koma reglulega fram með nýjar túlkanir. Hér ber fyrst að nefna að við erum að sjá sífellt fleiri úrskurði þess efnis að skattaðilum sé skylt að beita sömu aðferðum í skattskilum sínum eins og þau beita í reikningsskilum. Þetta þá jafnvel þrátt fyrir að skattaðilar og margir hafa verið í góðri trú marga áratugi að heimilt væri að beita almennum reglum skattalagana
annari meðferð en í reikningsskilum, en við erum bara að sjá fleiri og fleiri úrskurði núna þar sem að línan að þetta eigi að vera eins í reikningsskilum og skatti. Svo sáum við það nýlega að skattinum datt í hug ný túlkun við að meta stofn til erfðafjárskatts þegar að var að ræða fasteignir í eigu óskráðra félaga. Skatturinn var gerður afturreka með slíka túlkun og tapaði máli fyrir yfirskattanefnd síðasta sumar. Skatturinn sneri sér þá við og vildi knýja fram lagabreitingu einfaldlega af því tilefni að þau höfðu tapað máli. Sem betur fer þá brást þingi við af skynsemi og það var fallið frá slíkri lagabreitingu varðandi erfðafjárskattinn. En það sem við erum hins vegar að sjá að skatturinn að láta reyna á sambærilega túlkanir hvað varðar viðskipti milli tengdra aðila með óskráð félög. Þá erum við að sjá ýmis álitamál í tengslu við tímamörk tekjufærslu. Til dæmis þá geta verið mismunandi reglur í reikningsskilum og skattskilum varðandi tekjufærslur en sem kannski svona í pínu í þversögn við þessa línu sem við verið að leggja að það eigi að vera sama meðferð. Sömuleiðis erum við að sjá skattinn koma fram með nýja túlkanir það hvenær að tekjufæra ógreidda vexti hjá einstaklingum. En heilt yfir, þá skatturinn mjög mikið til að þrengja ýmis formskilyrði. Við sjáum þetta mjög mikið til dæmis í tengslu við virðisaukaskatt. Til dæmis bara frjálsar skráningar sem að lengi vel var hægt að sækja afturvirkt ef að búið að skila virðisaukaskattinum á almennu númeri. Skatturinn svona svolítið farin að taka fyrir slíkt og tók upp á því líka að fara að beita álagi á dráttavexti, jafnvel þó það væri bara tilfærsla milli virðisaukaskattsnúmera hjá sama lögaðila og engin skuld við ríkissjóð í þeim efnum. Og svo þegar kemur að hlunundamálunum, þá það bara heilt yfir öfug sönnunarbyrði sem að gildir og sem algjörlega ómögulegt að eiga við, af því að hvernig á maður að sanna að maður gerði eitthvað ekki. Svona að lokum, að þá vil ég nefna sérstaklega að ríkisskattstjóri hefur ákveðna lagaheimild til þess að meta skattskyldar tekjur og gefa það út árlega í svokölluðu skattmati. Það eru hins vegar álitamál uppi hvort að ýmist atriði það raunverulega standist lög eða hvort að skatturinn sé jafnvel að taka sér skattlagningar vald sem brýtur gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar. Skatturinn hefur til að mynda verið að nefna það sérstaklega í skattmatinu sínu að tækifærisgjafir til starfsmanna séu einungis gjafir sem eru gefnar í tilefni af stórafmælum og starfsafmælum á heilum tug. Og þetta þetta bara í beinni þversögn við skýrt lagaákvæði sem fjallar almennt að tækifærisgjafir séu undanþegnar og svo bara það sem við þekkjum og framkvæmt að geta verið tækifærisgjafir af ýmsu öðrum tilefnum. Þá í skattmatinu mismunandi reiknireglur varðandi húsnæðishlunnindi af íbúð eða fasteign eftir hvort það starfsmann eða eiganda að ræða. Og við erum með sömu fasteignina og sömu hlunnindin en það eru öðruvísi skattprósentur eftir því hvort þú ert starfsmaður eða stjórnandi og öðruvísi skattar sem verið að greiða þarna á milli. Og svo var það þannig að árinu 2023 þá var sérstaklega tilgreint í skattmatinu að hvers kyns afhendingar á bankakortum, til dæmis sem gjafir til starfsmanna, jólagjafir, væru alltaf skattskyldar tekjur. Og við getum alveg tekið debatið það hvort að það hafi nú bara alltaf verið almenn þekking að þetta væri alltaf skattskyld. En staðreyndin sú að það var meiri hlutin af fyrirtækjum hér í landi, atvinnurekendum, bara í góðri trú að það væri alveg heimilt að gefa starfsmönnum sínum bankakort í jólagjöf, allavega fram til ársins 2023. Það sem við erum hins vegar að sjá skattinn gera, að þau eru hiklaust núna úrskurða hvers kyns afhendingar á bankakortum í jólagjöf til starfsmanna vegna ára fram til ársins 2023, fyrra ára, og sendir bara vinnuveitandanum reikningin vegna þessa. Ég vil líka nefna bara ákvæði í skattmatinu varðar umráð yfir fasteignir erlendis. Þá það þannig að skattmati segir að
eigendur og stjórnendur skuli ætíð teljast hafa ótakmörkuð og full umráð yfir eignum sem eru staðsettar erlendis. Og þetta alveg óháð því að varðandi eignir erlendis að þá almennt svo auðvelt að sanna það með sönnunargögnum eins og bara flugmiðum að raunveruleg notkun var kannski eitthvað allt önnur. En staðreyndin bara svo að skattumhverfið flókið og það ekki bara á Íslandi, það þannig allan heim. Það síbreytilegt, sér í lagi þegar skattyfirvöld að halda okkur á tánum og koma sífellt fram með nýjar og skapandi túlkanir. Og þetta flókna umhverfi kalla líka á faglega leiðsögn og þess vegna best að hafa bara samband við Deloitte ef að skatturinn bankar upp á. Takk kærlega fyrir mig. Fyrir geira eins og Maritime geiran sem alveg ævagamall, eldri heldur en mörg ríki sem við þekkjum í dag og mjög reguleraður í gegnum IMO, þá eru svona örar og skyndilega breytingar eins og maður hefur séð á Íslandi og við sáum með innleiðingu á innviðagjaldinu sem var samþykkt endilega rétt fyrir jól 2024 og tók gildi 1. janúar 2025. Það þýddi að það var ekkert þetta velta því yfir í farþegana, þeir voru löngu búin að koma miðan og svo framvegis, þannig að þetta laðist að fullum þunga á þær útgerðir sem voru að sigla til Íslands. Ef meiningin að hámarka tekjur ríkissjóðs, þannig að þeir peningar geti farið í þá íbúa sem búa hérna og í þá innviði sem eru hérna, þá verður að gera það á skynsaman hátt. Það alltaf eitthvað pain point í öllum geirum. Það verður að hugsa það og svo verður að hugsa það að þó að við hér á Íslandi erum vön allt og harri verðbólgu sem mjög þrálát og við erum vön því að fjárlagafrumvarpið kemur á haustmánuðum og svo fer það í gegnum þingið og bandorminn og samþykkt og ný skattar og ný lög taka gildi með engum fyrirvara, þá þetta ekki normið í alþjóðlegu hagkerfi og erlendum mörkuðum. Því verður að huga að þessu pain pointi og þessum fyrirsjáleika. Ef þetta samspil tekið með í reikningin og það reynt að finna svona bil beggja, þannig hægt að hámarka virði sérhvers gera. Já, takk fyrir þessa yfirferð, Guðbjörg. Skilaboðin eru nokkuð skýr. Ef að þið ætlið að gera vel við starfsfólkið ykkar með gjöfum í tilum með einhverjum lífsins viðburðum, hugsið ykkur tvisvarum. En næstur á svið Arnar Birkir Dansson, hagfræðingur hjá Samtökum atvinnulífsins sem ætlar að varpa ljósi á samspil ríkisins og einkaaðila þegar kemur að auðlindum. Gjörðu svo vel, Arnar. Góðan daginn, Arnar heiti ég og hagfræðingur hjá Samtökum atvinnulífsins og ég ætla að fá að ræða við ykkur auðlindagjöld. Við Íslendingar erum ótrúlega heppnir. Landfræðilega okkar og stærð landsins í hlutfalli við íbúa gerir okkur ótrúlega rík af auðlindum. En hvað eru auðlindir? Margt mætti setja undir auðlindahattinn. Auðlindir í víðum skilningi ekki einungis þau náttúrugæði sem við getum unnið beint úr jörðu, heldur allt það sem stuðlar á velferð, verðmætasköpun og sjálfbæri þróun samfélagsins. Þannig eru þekking, menntun, hugvit, mannauður og menning, allt auðlind. Allt þetta þó óáþreifanlegar auðlindir og í raun arfleið kynslóðana sem á undan okkur komu. En í hefðbundnum skilningi eru auðlindir þær sem koma frá náttúrunnar hendi. Hér heima eru þessar auðlindir sem við nýtum í dag einkum náttúran okkar og landsvæðin, vatnið okkar tæra, jarðhitinn, ásamt gjöfulum fiskimiðum. Þá eru auðlindir eins og hafstraumar, allur blessaði vindurinn sem við eigum í raun og veru allt of mikið af, ásamt hugsanlegum gas- og olíuauðlindum í lögsögunni. Árangur okkar Íslendinga í nýtingu náttúruauðlinda, hann magnaður. En árangurinn ekki sjálfgefinn. Hvernig höfum við nýtt þessar auðlindir? Litið til jarðvarmans fórum við úr heitum pottum fornaldar í að hita nær öll hús með honum. Við gripum tækifærin og nýttum auðlindina þjóðinni til góðs.
Það höfum við einnig gert í sjávarútvegi en í dag sköpum við miklu meiri verðmæti úr töluvert minna magna fiski. Þá í stað ljá og hrífu nýtum við dráttarvélar og róbota til þess að nýta landið. Okkur heimsækja einnig milljónir ferðamanna árlega sem eykur þjónustuframboð okkar heimamanna hér. Við höfum beislað sjávarföllin og nær öll okkar raforka er framleidd með umhverfisvænum hætti. En hver eru rökin fyrir að skattleggja sérstaklega takmarkaða náttúruauðlindir umfram þá skatta sem fyrirtæki greiða almennt? Mörg ríki hafa litið svo á að náttúrulega auðlindir séu sameign þjóðarinnar og auðlindaskattar séu skynsamleg leið til þess að tryggja hlutdeild ríkissjóðs í nýtingu auðlindana. Án þess þó að ríkið þurfa að reka fyrirtækin. Almennt er leitast við að skattleggja þennan umframhagnað sem verður til vegna aðgangs að takmarkaðri auðlind. Hugtakið umframhagnaður er þó ýmsum vandkvæðum háð í framkvæmd. Ef stjórnvöld vilja tryggja að þjóðarbúið njóti hámarks ávinnings af auðlindinni til skemmri tíma og til lengri tíma litið, skiptir höfuðmáli að hönnun og framkvæmd slíkra skattheimtu sé skynsaleg og vel stillt af þannig að hún grafi ekki undan mikilvægri fjárfestingu. Lykilatriði í allri skattheimtu er að skattar séu einfaldir og gagnsæir, skilvirkir og að þeir skapi rétta hvata. Hvatarnir sem auðlindaskattar eiga íta undir er góð meðferð auðlindarinnar án þess þó að draga úr hvatanum til þess að nýta auðlindarna á sjálfbæran hátt til verðmætasköpunar. Skattar verða að vera stöðugir. Það má ekki endalaust vera krukka í umgjörðinu og reglunum kringum skatta og auðlindagjöld. Flest sem erum hér inni þekkjum vel hvað skattalagabreytingar geta haft ótrúlega mikla vinnu í för með sér. Ásamt því að auka óvissustig fyrirtækja og hamla þar með fjárfestingu. Þá verða breytingarnar að vera með góðum fyrirvara, sérstaklega í ákveðnum greinum. Á þetta sérstaklega við öll gjöld tengd ferðaþjónustu til að mynda. Líkt og kom fram í erindi Sigurðar áðan hjá Cruise Iceland, þá er á fáu mörkuðum í kringum okkur samþykkt gjöld í desember sem síðan taka gildi í janúar, nokkrum vikum seinna. Að lokum verður skattheimtan að tryggja samkeppnishæfni. Þær tekjur sem við njótum af auðlindasköttum í dag er að mestu afleiðing árangurs undanfarna ára í góðri nýtingu auðlindarinnar. Tímasetning auðlindagjalda og skattlagningar er því lykilatriði sem þarf að huga vel að þegar auðlindir eru skattlagðar. Við höfum náð að byggja upp atvinnuvegi sem borga nú ásamt öllum öðrum sköttum töluvert til ríkis og þjóðar í gegnum auðlindagjöld. Gjöld sem þessi atvinnuvegir hefðu aldrei þurft að getað haft burði til þess að borga þegar þeir voru að koma sér upp. Þannig varð auðlindin að skattstofn. En hver eru auðlindagjöldin sem við greiðum á Íslandi? Í dag eru engin sérstök auðlindagjöld á orku- og hitaveitur skilgreind í lögum. Hins vegar greiða orkufyrirtæki og hitaveitur ýmis gjöld til ríkis og eða sveitarfélaga vegna afnota af landi og náttúruauðlindum í þeirra eigu. Dæmi slíka gjaldtöku eru svokölluð vatnsréttindi. Þar sem orkufyrirtæki greiða ríkinu fyrir afnota af vatni og á landi í eigu ríkisins. Greiðslurnar eru ákvarðaðar sem hlutfalla stofnkostnaðum viðkomandi virkunar og fela þannig í sig greiðslu fyrir nýtingu á auðlindarinni sjálfri. Þetta hlutfall er ekki einhver ein ákveðin föst tala, heldur fer eftir aðstæðum og er samið hverju sinni. Gjaldið er því ekki skattur í þeim skilningi, því skattar geti ekki verið samningsatriði hvers fyrirtækis fyrir sig. Fyrirkomulagið virkar mjög vel að mörgu leyti þar sem aðilar semja innbyrðis án þess að ríkið þurfa að hafa því beina aðkomu. Aðrir sem nýta landið eru ferðamenn, bæði innlendir og erlendir. En þeir greiða gistináttaskatt og nam fjárhæð hans 2024 2,6 milljónir króna. Síðan þá hefur hann verið hækkað talsvert en myndar þó ekki lengur stofn til virðisaukaskatts. Jafnframt var lagt á innviðagjald 2.500 krónur eins og var rakið áðan fyrir hvert gest borð í skemmtiferðaskipi og hafa áætlað að hann skilaði 1,9 milljarða króna. Innviðagjaldi var lækkað nú rétt fyrir áramót sem er frábært og stendur í 1600 krónum. En í lögum þessa skatta segir markmið þessara laga er að afla tekna til að stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og verndun fjölsóttra ferðamannastaða, friðlýstasvæða og þjóðgarða. Jafnframt að afla tekna til þess að tryggja öryggi ferðamanna og vernda náttúru landsins. Heildarfjárhæð þessara ferðamannaskatta eru nálægt 5 milljörðum, en til að mynda fær framkvæmdasjóður ferðamannastaða rétt einungis 0,5 milljarð til úthlutunar til að stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og verndun fjölsóttra ferðamannastaða, líkt og segir í lögunum.
Fé sem rennur í sjóðinn hefur minnkað talsvert á hverju ári ef við horfum á það raunvirði, þrátt fyrir auknar skatttekjur. Hvert rennur restin af fjárhæðinni, kann leikmaður eins og ég að spyrja. Ferðamenn greiða einnig fyrir að stoppa við valda ferðamannastaði í ríkiseigu og innan þjóðgarðanna. Til viðbótar greiða svo fyrirtækin sem starfa innan þjóðgarðanna afstöðugjald. Samanlagt voru þessi gjöld 1,2 milljarðar 2024, en skattfé sem öflast með þessum hætti rennur beint til þjóðgarðanna, sem þeir nýtir rekstur sinn og uppbyggingu á þjóðgarðanum. Og líkt og allir hér inni vita greitt veiðigjald í sjávarútvegi, en tekjur ríkisins af veiðigjaldi frá janúar til nóvember 2025 var 12,5 milljarður. Í lögum veiðigjald segir, veiðigjald lagt á í þeim tilgangi að meta kostnaði ríkisins við rannsóknir, stjórn, eftirlit og umsjón með fiskveiðum og fiskvinnslu og til að tryggja þjóðin í heild beina og sýnilega hlutdeild í afkomu við veiðar á nytjastofnum sjávar. Það gerir veiðigjald svo sannarlega og vel umfram það líkt og sést á meðfylgjandi mynd. Í breytingum sem voru samþykktar á síðastliðnu þingi eftir metumræður verður stuðst við verð á afla sem landar á markaði fyrir þorsk og ýsu. Hins vegar fer einungis lítill hluti fisks á hinn meinta markað. Samkvæmt gögnum Verðlagsstofu skiptaverðs fer einungis 16% þorskaflans á fiskmarkað. Það því hæpið í hagfræðilegum skilningi að nægt hlutfall aflans fara á markað til að mynda hið rétta markaðsverð. Á þessum litla markaði stór hluti aflans óslægður. Verð á óslægðum afla almennt töluvert hærra á hvert kíló, því hann yfirleitt nýrri og hann stærri. 80% þess fisk sem fer á hinn meinta markað óslægður afli. Af heildarafla Íslands einungis þriðjungur aflans óslægður. En eins og sést mjög mismunandi verð á óslægðum og slægðum afla. Ef meðalverð reiknað út frá því, samsetningu aflans á markaði, verða tekjurnar þar með töluvert ofmetnar. Því óslægður afli dýrari sem fær mun meira vægi en hann ætti að gera að réttu með aflan í heild sinni. Afleiðingin ofmat veiðigjald sem 51 króna, en væri 41 króna ef miðað væri við heildarsamsetningu aflans. Þá ótalega leiðrétta þar fyrir fleiri þáttum, því inn á verðamarkaði sölukostnaður upp á það bil 5%. Það eru sannarlega ekki tekjur útgerða en eru skattlagðar sem slíkar. Við þessa leiðréttingu veiðigjald enn lægra eða 35 krónur. Allt miðar þetta við 85% lögfestu veiðigjald, en eins og Guðbjörg kom inn á áðan, þá hækkar gjaldið í þrepum og verður 100% eftir 2 ár. Hið meinta fiskmarkaðsverð endurspegla jaðarverð, en fiskur sem fer beint í vinnslu þarf að standa undir bæði föstum kostnaði og breytilegum kostnaði vinslunar. Ef vinsla nýtur ekki afkastagetu sína, getur hún keypt fisk á markaði til að fullnýta afkastagetuna. Þar sem fastur kostnaður greiðist með þeim fisk sem fer beint í vinsluna, getur vinslan greitt hærra verð á hinum meinta markaði. Svo lengi sem verðið undir breytilegum kostnaði fyrirtækisins. Markaðsverð mótast því einnig af breytilegum kostnaði fyrirtækja, auk erlends söluþrýstings og því ofmetið. Eins og við höfum séð á glæranum undan fiskur ekki bara fiskur. Til að mynda munur á því hvort hann sé slægður eða óslægður. Þess vegna óraunhæft að miða auðlindagjaldtöku af verðmyndun í öðru landi. Verðmyndun fisk staðbundin, enda lifandi afurð sem einstaklega viðkvæm fyrir tíma, meðhöndlun og aðstæðum. Árið 2024 fékk íslensk útgerð einungis 48% af því verði sem norskar útgerðir fengu fyrir makríl á uppboðsmarkaði í Noregi, innan sama dags þó. Þetta kom fram í yfirlýsingu norska uppboðsmarkaðarins og þrátt fyrir það á norska verðið sem talsvert hærra að mynda það verð sem íslensk útgerð þarf að fara eftir. Hvernig getur skattstofn endurspegla raunverulega tekjur og afkomu útgerða þegar hann byggir á verði sem engin kaupandi myndi greiða í raun og veru, sem geti jafnvel verið umfram afurðaverð. Yfir í sjókvíaeldið þá greitt sérstakt fiskgjaldsgjald, en gjaldið reiknast að hverju kílógrammi af slátruðum fisk og virkar því eins og veltuskattur. 2024 voru tekjur ríkisins vegna fiskgjaldsgjaldsins tæplega 1,5 milljarður og hefur skattstofn farið hækkandi síðustu ár. Til viðbótar greiða fiskgjaldsfyrirtækin sérstakt umhverfisgjald, sem föst upphæð sem greiddi fyrir hvert tonn af fiski sem fyrirtækinu heimilt að framleiða.
Gjaldið er því innheimt alveg óháð því hvað er raunverulega alið af fiski. Þannig eru fyrirtækin síður líklega til þess að sækja um rekstrarleyfi til framtíðar, því ónýttum leyfum fylgir beinn kostnaður. Leið skerðir sveigjanleiki fyrirtæki til þess að bregðast við markaðsaðstæðum og haga framleiddu magni eins og best væri á kosið. Óhófleg skattlagning getur haft mjög skaðlegar afleiðingar þegar fyrirtæki eru að koma undir sig fótunum. Fiskeldi á Íslandi er ung atvinnugrein og til að mynda hafa afkomutölu fyrirtækjana verið svo gott sem neikvæðar alveg frá stofnun. Sé markmiðið að byggja upp fjölbreytta atvinnuvegi í byggðum víðsvegar landið þarf að tryggja að ótímabær skattheimta kæfi ekki framtakið áður en verðmætin hafa skapast. Stjórnvöld hafa átt að sjá sem vandkvæðum í skattheimtueldisins og til stendur að breyta báðum sköttum vonandi til batnaðar í nýju frumvarpi atvinnuvegaráðherra. Þannig erum við með yfirleitt yfir öll þau auðlindagjöld sem greidd eru hér á Íslandi. En þarf alltaf skatta á ríkisafskipti sem lausn þegar kemur að auðlindum. Skattheimta leysir ekki endilega vandann með óendurnýjanlegar auðlindir eða ofnýtingu endurnýjanlegra auðlinda. Þegar stór hópur eða jafnvel heil þjóð deilir auðlind þarf oft frumlega lausnir. Þetta sáu landnámsmenn sem komu með búfénað sinn hingað forðum daga. Víðfemt landsvæði og breytilegt eftir ástíma gerði það að verkum að sauðfé þurfti stórt beitilendi. Að skipta landinu upp milli bænda hefði verið nær ómögulegt. Girðingar yfir slík svæði hefði verið allt of kostnaðarsamar og það að vakta sauðfé fari ekki á ranga staði er allt of mannafrægt. Þannig tóku bændur sér saman og ákveðu í sameiningu umgjörð og regluverk hvernig best væri að nýta þessa sameiginlegu beithaga. Saman deildu þeir vinnunni við að reka fé og fylgjast með því. Hver og einn bóndi fekk að senda ákveðin fjölda sem bændurnir saman tóku ákvörðun hverju sinni. Hlutverk ríkisins í þessu fyrirkomulag lítið, sá það aðallega að refsa þeim sem stóðu ekki við sína skuldbindingar. Þannig leit fyrsta kvótakerfi okkar Íslendinga út, með tiltölulega litlum afskiptum ríkisvaldsins. Annað dæmi í auðlindaskattlagningu getur verið að leiðrétta ytri áhrif. Dæmi slíkt getur til að mynda verið uppbygging vindmyllugarða. Nóg er til að vind, notkun hans gerðir ekki notkun annarra, þótt við reisum vindmyllur, þá verður alveg jafn hvasst í Reykjavík. Séu vindmyllur reistar á afskekktum stöðum hafa þær áhrif á mjög afmarkaðan hóp, þótt áhrifin á þennan hóp geta verið töluverð. Það vandamál er ekki leyst með skattheimtu ríkisins sem rennur frá stöðunum í formi skattheimtu eða auðlindagjalds til Reykjavíkur og beint í hítina. Betur færi ef þeir sem yrðu fyrir þeim áhrifum myndu fá hlutdeild í hagnaðinum. Þannig yrði hvati til uppbyggingar til staður og allir myndu róa sama markmiði að hámarka arðsemi uppbyggingarinnar. Þannig þarf ríkið ekki að stíga inn með sérstökum hætti, heldur yrði þetta samningsatriði milli aðila. Það þarf ekki alltaf afskipti ríkisvaldsins. Þótt þau geti verið mjög mikilvæg þegar kemur að stefnumótun og sjálfbærri nýtingu auðlinda. Markmiðið má aldrei vera að skilgreina hitt og þetta sem auðlindir í þeim eina tilgangi að afla tekna til ríkissjóðs. Hvar liggja mörkin ef við förum í þá vegferð? Förum við að skattleggja notkun einstaklinga á súrefni eða drykkjarvatni? Það er jú mikilvæg auðlind, sennilega ótegnasti skattsofn sem til finnst. Sértæk skattlagning líkt og auðlindaskattar eiga að hafa tilgang umfram tekjuöflunar. Vissulega geta auðlindaskattar verið eitt tól til þess að leysa þessi tilteknu vandamál, en yfirleitt þarf fjölþætta verkfærakistu til þess að leysa oft flókin vandamál. Auðlindirnar eru nefnilega ekki ótæmanleg fjárhagskista. Takk. Rekstrarumhverfi fjölmiðla á Íslandi hefur verið mjög erfitt í langan tíma, í mörg ár. Og samkeppnin er mikil og þá er bæði við erlendar eða alþjóðlega streymisveitur og samfélagsmiðla og svo auðvitað við RÚV. Og þess vegna hefur verið mjög jákvæð, ég sá þegar ríkisstjórnin fór að vinna í því að koma með aðgerðapakka. En hins vegar svo þegar maður skoðar aðgerðapakkan að þá eru ýmis atriðarna sem eru jákvæð, önnur sem ég myndi halda væri erfitt að kæmi til framkvæmda og svo önnur sem mögulega vinna gegn markmiðum sínum og það er þá menningarframlagið.
Menningarframlag er sem sagt nýr skattur, 5% skattur. Skattstofninn er þá 5% af heildarveltu streymisveitunar og þetta fellur á innlenda og erlenda einkaaðila. Og þar er meðal annars talað að íþróttaviðburðir, íþróttatengd dagskrá og fréttir, það er ekki hluti af því sem er frádráttarbært frá þessu nýja skatti. RÚV er alveg undanskilið frá þessu og þetta skýtur mjög skökku við þegar markmiðið er að jafna leikinn á samkeppnismarkaði. Ég nefnt 3 atriði sem er til mikilvæg. Í fyrsta lagi er það að draga úr umsvifum RÚV á auglýsingamarkaði, að gera þjónustusamninga við önnur fjölmiðlafyrirtæki sem nú þegar að sinna mikilvægu hlutverki í þágu menningu og almannahagsmuna og númer 3 afnema boð og bönn gagnvart innlendum aðilum sem erlendir aðilar þurfa ekki að búa við. Og þannig byggjum við jafnræði samkeppni á Íslandi. Já, takk fyrir þetta Arnar og Herdís. Áfram höldum við í dagskránni og það er komið að síðasta framsögumanni dagsins. Það er Orri Hauksson, stjórnarformaður First Water. Hann ætlar að fjalla hvernig skattaumgjörð eða aðrar aðgerðir hins opinbera geta haft áhrif á hagvöxt. Orri, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Lísbet, ráðherra, og takk kærlega fyrir það Deloitte og Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð að bjóða mér hingað í dag. Og ég fæ að vera síðastur á dagskrá og við höfum víst salinn til 11, þannig að bara komið ykkur vel fyrir. Ég ætlaði kannski að fara yfir skatta með aðeins víðari hætti heldur en með þessu nákvæma hætti sem að þessir sérfræðingar hafa gert hingað til og ræða kannski mitt opinbera aðgerðir, opinbera álögur og lífsgæði og hvernig svona Ísland hefur þróast og kannski aðeins það hvernig Ísland getur þróast. Og byrjum bara aðeins á svona að taka Polaroid-mynd. Þetta er frá 2023, hvar stöndum við í heiminum? Við erum eitt allra auðugasta land í heiminum per mann og erum þarna mjög nálægt á okkar nágrönnum, aðeins fyrir ofan eða aðeins fyrir neðan eftir því svona hvernig það er. Norðmenn skera sig svolítið úr og til dæmis sérstaklega vegna auðlinda sem þeir hafa nýtt mjög vel. En við höfum verið með 2,6% hagvöxt frá því árið 1900 að meðaltali. Og þótt að virki nú ekki stórkostlega mikill hagvöxtur, 2,6, við heyrum oft hærri tölur og oft hafa það verið hærri, þá í veldisvextunum þá skilar þetta svo rosalega miklu og erum rúmlega með 3-falt meiri lífsgæði á Íslandi heldur en heimurinn að meðaltali. Og þetta er okkar saga. Við byrjum bara á Uppsalan ásnum sem er nú bara hlutfallstala, bara byrjum í 100, þá erum við búin að 20-falda landsframleiðslu á mann, fyrir utan auðvitað fjölga mannfólki mjög mikið, þannig að landsframleiðslan hefur auðvitað aukist miklu meira, 20-faldana frá árinu 1900 til ársins 2025. Og þetta, við skulum fara aðeins yfir hvernig gerðist þetta og er eitthvað í lærdóminum af því hvernig þetta gerðist sem við getum nýtt okkur fram á þið. Kíkjum aðeins á okkar gömlu herraþjóð, sem var nú herraþjóð okkar, stóran hluta af þessu tímabili þarna framan af. Þá hefur landsframleiðsla á mann 10-faldast í Danmörku. Auðvitað byrjuðu þeir miklu hærra, þetta er hlutfalls ásatna Uppsalan megin, þannig að þeir byrjuðu hærra en eru eiginlega á sama stað við núna. Og þá er spurningin, fyrst að þeir voru miklu þróaðara hagkerfi árið 1900, er eitthvað náttúrulögmál að þróuð hagkerfi vaxi hægar heldur en vanþróuð. Og við höfum reyndar dæmi akkurat hið gagnstæða mjög víða, við höfum dæmi vanþróuð hagkerfi sem hafa þróast mjög hægt, til dæmis bara Ísland, mjög stóran hluta Íslandssögunar, og síðan þróuð hagkerfi sem hafa vaxið hratt. Og ég ætla að skoða sérstaklega 3 hagvaxtarskeið sem ég ætla að koma betur að og svona reyna að greina hvernig þau skeið urðu svona gjöful. Við sjáum reyndar að við byrjum bara hérna lengst til vinstri á þessu grafi að það virtist vera lítið að gerast hérna fyrir hluta aldarinnar og bara í upphafi aldarinnar síðustu. En svona til að koma aldamótabörnum þeirra aldar til varnar, þá var nú ýmislegt sem að var í bígerð og síðan skilaði sér og reyndar hérna 30 árum fyrir kringum 1870 þá fækkaði Íslendingum 50. Það fóru 1/5 af þjóðinni fór til Kanada, til Bandaríkjanna og víðar vegna vosbúðar, það var kalt á Íslandi á þessum tíma og af trúarástæðum og ýmsu öðru. Þannig að
Við getum rétt ímyndað okkur ef að Íslendingum myndu fækka 80.000 bara núna á næstu 3 árum eða 4. Við erum nú lengi að býta náriðlega með það. Og hérna í upphafi aldarinnar var mikil bjartsýni á Íslandi, til dæmis í aldamótakvæði Einars Ben segir: sjáðu hvað sá franski fékk til hlutar, fleytan of smá, sá guli utar. Og þarna þoldi hann það ekki að það voru erlenda þjóðir með miklu hærra tæknistig, miklu betri báta sem voru að veiða þann gula utar, það að segja þorskinn, og fá miklu meira í sinn hlut. Og svo voru komin á teikniborðið auðvitað plönum stórfellda virkjanir og á vatnsafli og margt fleira. Við fengum heimastjórn Hannes Hafstein, mikill framfaramaður, 1904. Erlend fjárfesting, við fengum Íslandsbanka, mestmegnis með dönsku fé 1905, og þó að það verðist ekki skila miklu, þá var það samt sem áður, það var byrjað að velvæða bátana í kringu það. Það var norsk fjárfesting, það voru hvalveiðimenn frá Noregi sem að byggðu falleg hús og reistu bryggjur hér og þar. Þannig að þetta var að byrja. Það var ýmislegt annað sem var hardrækt að kom fyrir heimsstyrjöldin, Frostaveitur Mikli 1918, við reyndar urðum fullvalda 1918 sem var nú frábært. En það var eitt og annað sem vann okkur í móti líka. En svo er það nú kannski fyrsta stóra framfaraskeiði hérna, svona í hagvextitali, það er nú mjög mikil írónía, það var stríð sem var okkur til haps. Fyrsta lagi þá, við vorum byrjuð að flytja út fisk, við vorum sjálfþurftar þjóð mjög lengi en við vorum byrjuð í alþjóðaviðskiptum. Það var okkur til haps að til dæmis fiskverð hækkaði mjög mikið, þegar stríðið kom svo fengum við mikla erlenda innspýtingu með vinalegu hernámi hér, og það voru auðvitað mikið af fólki, mikil neysla, það voru byggðir flugvellir og vegir og svo framvegis, og allir sem að vildu hafa vinnu, fengu vinnu á Íslandi. Það var reyndar eitthvað imbalans milli kynja sem olli einhverjum félagslegum áhrifum, en allavega við komum okkur gegnum það. Síðan árið 1946 þá er íslenski ríkissjóðurinn stútfullur af gjaldeyri eftir alla þessi innspýtingu, vegna þess að íslenska hagkerfið hafði vaxið 2-falt á 10 árum, 7,4% hagvöxtur að meðaltali á ári í 10 ár, frá 37 til 47. Og íslensku góðu stjórnmálamenn þá ákvaðu að eyða öllum þessum gjaldeyri á einu ári í svokallaða nýsköpunartogara, sem var mikið rangnefni og voru ekki mikli nýsköpunartogarar og voru mikil sóun, en samt sem áður eitthvað bjugguðu því að hafa farið þarna upp, svo fórum við nú eitthvað aðeins niður. Fyrir svo þræði okkur að næsta skeiði sem var talsveit öðruvísi. Það gerist ýmislegt þarna til dæmis á 7. áratugnum, við fáum Marshall-aðstoð, nýttum það svo talsveit betur heldur en gjaldeyrinn þarna eftir stríð og reistum Sogsvirkjun og Laxárvirkjun sem urðu síðan eiginlega bara eiginfjárframlagið inn í stofnun Landsvirkjunar árið 1965, en þá var samið við Alusys að Alusys myndi reisa álver í Straumsvík. Og þá var til Búrfellsvirkjun sem er mjög vanmetið skref í íslenskri hagsögu sem er stórkostlegar framfæri sem verða við Búrfellsvirkjun og síðan dreifir kerfið í kringum Landsvirkjun þá hingað suður út af álverinu, en svo verður til meir og meir í kringu það. Það hefur verið unnið líka mikið í því að afnema höft sem voru mjög viðvarandi hérna, og við byrjum á talsvert stærri erlendu viðskiptum, þarna í byrjun 8. áratugurins, göngum í EFTA, semjum síðan við Efnahagsbandalag Evrópu, sem nú er ESB, fríverslun, fáum aukna síðan erlenda fjárfestingu þarna í lok áratugurins, 79, þar sem að Japanir og Normenn fjárfesta í Elkem. Þessi áratugur var hins vegar mjög skrítinn, þó að við yxum hratt að þá var mikil óstjórn, má segja, í peningamálum. Við tókum 2-0 af krónunni árið 1980 og árið 1983 varð 83% verðbólga, auðvelt að muna. Þannig að það var nú ekki eins og þetta væri nú allt eftir beinni línu, og reyndar í heiminum voru ýmsir skrítnir kraftar. Bretton Woods samkomulagið gjaldmiðla og gjaldeyrishöft víða í heiminum hefðu verið afnumin 71 þegar Nixon þurfti að fjármagna frekari stríðsrekstur í Víetnam og vildi losna við svona gulltengingu dollarsins og við aðra gjaldmiðla sem olli mikil verðbólgu annars staðar en bara hér, en allavega. Við uxum hratt þarna og við vorum reyndar að ofveiða líka stofnana, það voru komið með góða tækni en vorum ekki með góða fiskveiðistjórnun, þannig að við vorum svolítið að éta útsæðið undan framtíðar áratugum og framtíðar kynslóðum. En allavega, við vorum í auknum erlendum fjárfestingum hér og auknum erlendum viðskiptum.
Nú síðan það þessi áratugur, það að segja þessi kannski 10-15 ár, það að segja frá byrjun 10. áratugurins fram að fjármálakreppunni. Það annar áratugur það sem við vöxum mjög hratt. Við enda byrjum frekar hægt, það hérna mikill niðurskurður í þorski, en göngum síðan í EES sem eykur alþjóðaviðskipti. Grundantáki tekur til starfa sem aftur kallar á aukna orkunýtingu. Síðan auðvitað stóra verkefnið og eftir Búrfellsvirkjun sem Kárahnjúkavirkjun og þá Alcoa sem að fjárfestir á Austfjörðum. Og auk þess að verið að selja ríkisfyrirtæki og henni kannski stærsta salan var 2005 þegar Landssími Íslands var seldur, sem mjög góð sala fyrir ríkið. Og þannig að þarna gekk mjög vel. Það var margt annað auðvitað að gerast og þetta endar auðvitað með ákveðnum ósköpum sem að vegna þess að það var bara lánsfjár bóla í erlendis sem að okkar djörfutaringir nýttu sér mjög hressilega. Þannig að það endi ekki öll góð hagvaxtarskeið sérlega vel, en hins vegar byggum við að því að við til dæmis vorum með skuldlausan ríkissjóð árið 2005. Þannig að velta má fyrir sér hvað eiga þessi tímabil sameiginlegt, annarkvort óvart eða af okkar eigin ákvörðunum. Allstaðar var aukin fjárfesting á Íslandi, við vorum í auknum alþjóðaviðskiptum og við nýttum okkur til tækifæri til þess að færa inn erlenda þekkingu til Íslands og byggja ekki bara á því sem við höfum hér. En síðan maður horfa á þessi tímabil aðeins öðruvísi. Ég ætla að halda því fram að frá 1900 til cirka 1990 höfum við verið með mjög sérstakt skattkerfi. Til dæmis erlenda fjárfestingin sem hingað kom, hún byggði öll á sérstökum samningum við þau fyrirtæki, Ísal, Elgemus og fyrirtæki, þeir fóru ekki inn í íslenska skattkerfið, heldur gerðu sér samninga við ríkið og borguðu sérstaklega. Fóru síðan út úr þeirrim samningum, viljandi, hérna á 10. áratugnum, vegna þess að þá var bara íslenska skattkerfið orðið eðlilegra og þægilegra. Og af því að minn góði sessunautur fjármálaráðherra bara að spyrja hvernig hægt bæði að lækka skatta og auka afkomu, og þá til dæmis lækkaði nú fyrirtækjaskattur á þessum árum úr 50% í 20%, en skatttekjurnar sem kom út í jukust. Þannig að Laffer-kurvan góða sem þú kennir, það var allan að vera að þræða sér rétt eftir henni þannig. Það sem ég held hins vegar fram að hafi gerst eftir fjármálaáfallið er að við fórum úr því endilega að hugsa þetta allt í skattindu, þetta voru hækkaði skattar hérna eftir hrun og það einhver leyti verið að því núna, en ég held að það að hækka skatta sé ekki stærsta vandamálið. Það aftur kræfara vandamál heldur en margt annað sem við gerum í ríkisrekstri. Og þrátt fyrir að við höfum fengið hérna fyrirlestur það hversu flókið skattkerfið að þá það samt sem áður reiknanlegra en margt annað sem að hið opinbera gerir. Og við höfum farið svolítið úr því að stýra með sköttum og ákvörðum Alþingi yfir í að eftirláta eftirlitsstofnunum og ókjörnum fulltrúum að stýra mjög mörgu íslensku hagkerfi. Og bæði tökum upp miklu meiri reglur, bæði auðvitað frá Evrópu og svo erum við sjálfa þingja þær. En síðan erum við líka með bara framfylgd og framkvæmd á reglum sem að talsvert ófyrirsjáanleg og miklu ófyrirsjáanlegri heldur en skattar nokkuð tíma. Og svo náttúrulega eitt skattur í viðbót, ég veit að það kom inn fram hjá mínum sessinuti að hérna áðan að það væri auðvitað barnaskapur að tala um upphæðir þegar kemur að ríkisfjármálum og sköttum, en við erum að samt sem áður að auka ríkisútgjöld 143 milljarða milli ára og sem 9%, við skulum fara út úr barnaskapnum og tala um upphæðir og skulum tala um prósentur. Það 9% af bókhaldsbreytingar, já. En ég held að ríkisútgjöld séu miklu meiri vandamál heldur skattahækkanir, þess að það eru óaftur kræfari. En í reglunum og í framfylgd þeirra, þá það þannig að erlendi fjárfestar, þeir hafa kvartaði við því hvað erfitt að eiga viðskipti á Íslandi og fjárfesta. Hversu langan tíma tekur að fá samþykkt og bara til dæmis skipulagslög, akkur Hvammsvirkjun búin að taka 20 ár, eða það að byggja ný hverfi og svo framvegis. Að sameina fyrirtæki, það getur tekið miklu lengri tíma á Íslandi heldur en mörgum öðru löndum. Við ættum að vera einfalt og lipurt og þægilegt land til þess að eiga viðskipti í. Og ég held því miður að reglunar séu að harðni steypan fyrr í þeim og framfylgd þeirra heldur en í sköttum og skattaframkvæmd. Vegna þess að það bara svo ófyrirsjáanlegt hvernig það virka, hversu langa tíma hlutir muni taka svo framvegis.
Þannig að þetta bleika umhverfið þarna, ef einhver getur komið með lausn á því hvernig við vindum ofan á þessu, þá er það fínt. Vegna þess að ef við tökum 2 sviðsmyndir, nú vill hann til að ég á son sem er 26 ára. Hann verður 70 árið 2070. Ef það verður 1% hagvöxtur á Íslandi að meðaltali til 2070, þá mun íslenska hagkerfið vaksa 50%. Ef það verður 2,5% hagvöxtur mun það vaksa þrefalt. Og það virka litlar tölu 1%, 2,5%, en í veldisrekstunum hefur þetta svona mikil áhrif. Og 1% hljómar eins og eitthvað mjög mikil svartsýni, en það búið að vera 1% hagvöxtur í Þýskalandi, Fraklandi, Ítalíu síðastlega 15 ár og við erum að tala 45 ár fram í tíman. Þannig að það er svo mikilvægt að þetta bleika steypan hérna, hún verði ekki svona hörð til þess að við fáum erlenda fjárfestingu, til dæmis nýjar greinar eins og landeldi og margt fleira sem við ætlum að gera. Og vöxum 2,5% næstu árin og næstu áratugina en ekki 1%. Og þetta er ekkert flókið, þetta er bara að framkvæmd regluverk sé fyrirsjáanleg, auðvitað skattaumhverfið sé sanngirnishæft og regluverkið ekki of íþyngjandi. Hefur nokkuð að flækja þetta. Takk. Já, takk fyrir þetta, Orri. Ég veit ekki hvort við breytum heiti dagsins yfir í regluvarðadaginn eða eitthvað á ári, en við sjáum til með það. En þið veitir hvað sagt er. Tíminn flýgur þegar það er gaman og við erum komin að leiðarlokum hér í dag. Þetta hefur verið fróðlegt, áhugavert og upplýsandi og ég vona að þetta hafi svona slegið tóninn inn í áframhaldandi samtal það sem að betur má fara í skattamálum inn í árið. En fyrir hönd Deloitte, Samtaka atvinnulífsins og Viðskiptaráðs, þá þakka ég okkar góðu framsögumönnum fyrir sín góðu erindi og ykkur fyrir komuna hingað í dag og ég segi bara að við sjáum stressað ári. Takk fyrir.